Góðir hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á fimmtudagskvöldi. Í kvöld ætlum við að einbeita okkur að mikilvægu máli sem eru húsnæðismálin og við ætlum að gera það með því að skoða eiginlega svona sögu húsnæðiseklu og húsnæðiskreppa í fyrst og fremst náttúrulega höfuðborgarsvæðinu en líka víða land. Já, bara frá því að þéttbýli fór að myndast og því fylgdi þessi fjandi. Ástæðan sú að húsnæðismálin eru raunverulega grundvöllur allra velferðarmála. Það eiginlega sama hvað við skóplum eða byggjum mikið upp að velferðarkerfinu ef að húsnæðismálin eru veik og þar sem að hinnir lakarsettu þurfa komast ekki í húsnæði eða þurfa að borga óheyrilegan pening til þess að gera það, þá eiginlega all velferðar uppbygging til einskis. Og til að ræða húsnæðismálin alveg frá bara síðustu 100 ár getum við sagt, höfum við fengið hingað Jón Rúnar Sveinsson, félagsfræðing sem nú örugglega manna bestur til þess fallinn. Hann hefur eiginlega eitt starfsævi sín í að rannsaka húsnæðismál. Vertu velkomin, Jón. Ég byrjaði á að tala tímabilið þegar að þéttbýli fór að myndast. Það myndaðist þegar að fólki í sveitunum flyktist í bæinn til þess að vinna í fiski eða taka upp launavinnu í staðinn fyrir að vera vinnuhjú. Kannt þú að segja það hvort það hafi verið merki svona dickeníska húsnæðiskreppu eins og Dickens skrifar á frumbýlisárum kapítalismans á 19. öld í Bretlandi? Var eitthvað slíkt ástand á Íslandi í kringum það síðustu aldamót? Það er einhver leyti líkt, en stærðarmunurinn náttúrulega ansi mikill. Staðurinn hérna í Reykjavík og var ekki komin bara 6.000 manns aldamótin. En þetta að vaxa. Nú það fyrsta áratugurinn eftir aldamótin 1900 uppgangstími og fjölgar mjög mikið í bænum. Ég held að það mesta fjölgun bara sem að hafði verið á þeim tíma, mjög örvextur, og það segir sig sjálft að fólk fór ekki í bæinn og bara keypti sér húsnæði sem kannski var ekki til og þannig ég held að menn hafi yfirleitt bara leigt hjá einhverjum sem áttu húsnæði, kannski getur sagt verkafólk, það leigði kannski hjá iðnaðarmönnum sem voru kannski svolítið stöndugri og þetta voru stórar fjölskyldur og svona og það er náttúrulega margar lýsingar til á þessu í bókmenntum og svona hvernig þetta var. Nú síðan kemur náttúrulega fyrri heimsstyrjöldin og svona þegar líður á hana þá kemur eiginlega upp svona fyrsta húsnæðiskreppan hérna, mjög erfitt ástand. Kannski ekki endilega út á svo miklum aðflutningi til bæjarins, heldur það fyrst ekki byggingarefni, var ekki hægt að byggja nóg og þá er eiginlega að fara að grípa til fyrstu svona neyðarráðstafana sem að við þekkjum. Reyndar hafði hús verið byggt þarna þetta leyti Bjarnaborgin sem var lengi framan af svona húsnæði svona fyrir fátækari borgara. Nú bærinn fer að gera eitthvað og þá eru byggðir fara að byggja þetta sem kallað pólarnir og pólarnir þannig komnir að fyrst kemur Suðurpóll, hann núna þar sem Alaska var á sínum tíma, þar sem núna gatnamót, þannig að það er svo langt frá bænum að þetta var bara eins og Suðurpólnum og það verður meira og meira svona erfiðleikar og það verður til þess að borgarstjórinn, Reykjavík, þessi litli bær, kallaði yfirmann fyrir borgarstjóra og það var merkur maður sem Knúð Simpson og það farið að kanna ástandið og það bara skellt í gegn bráðabirgðalögum húsaleigu að sumarlagi rétt það lá það mikið á og það var fyrst sett bráðabirgðalög og það er jafnvel sagt að ákvæðin í þess að það er að láta gilda í bænum jafnvel áður var búin að samþykkja lögin, þannig að það er drifið í þessu. En hvað voru lögin? Voru þau til þess að takmarka upphæð húsaleigu eða til að byggja leiguhúsnæði eða hvað? Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var þetta var allavega til þess að
fólk ættir geta fengið leigt húsnæði. Það er langt áður síðan ég skoða þetta, en ég hugsa að það hafi verið einhverja aðgerðir til þess að taka húsnæði. Allavega setja reglur leigu fjárhæðir og svona. Þegar ég var allra fyrst að byrja að skoða þessi mál fyrir alllöngum tíma, þar sé að haustið 1974 fyrir Borgarskjalasafnið, kemst í skjalabunka og þá sé ég undirskriftasafnanir gegn húsaleigulögum. Þá er alveg greinilegt að húseigendur hafa farið og látið leigjendur skrifa undirskriftarlista gegn húsaleigulögum, og getum ímyndað ykkur hvað hefur verið að bak við það. Nú síðan koma þessi húsaleigulög í gildi, gegn náttúrulega andstæðu þinginu og svona, og síðan er dálítið annað merkilegt sem fer í gang. Það er sem sagt innan verkalýðshreyfingarinnar. Verkalýðshreyfingin fer í það að stofna byggingafélag Reykjavíkur sem fer í það að byggja leiguhúsnæði. Og það er fengið lán og síðan er menn að byggja þetta bara byggja þetta sjálfur með sínu eigin höndum. Þannig að þetta er eiginlega byrjunin á framtaki verkalýðshreyfingarinnar og þannig sé fyrsta félagslega húsnæði. Reyndar þetta byggingafélag var nú svo gjaldþrota einhverju seinna og þessar íbúðir lentu í eigu Reykjavíkurborgar eða Reykjavíkurbæjar eins og það hét þá. Þannig að þegar að þessi húsnæðiskreppa er þarna, þá er það bæði borgarstjóri íhaldsmanna sem að finnst að sveitarfélagið, Reykjavíkurborg, eigi að bregðast við og svo bregst líka verkalýðshreyfingin við til þess að mæta þessu. Já, strax þarna og þessi hús þarna byggingafélags Reykjavíkur eru tekin í notkun sumarið 1919. Bara fljótlega eftir að stríðinu lauk. Og það sem náttúrulega verðum líka að taka inn í myndina á þessum tíma, að það var alveg gífurleg verðbólga í fyrri heimsstyrjöldinni. Það eru 2 verðbólgumet sem urðu hérna á 20. öldinni. Annars vegar 1983 sem við munum öll eftir og þarna 1917 og þessum árum þá fer verðbólgan líka í 80% á einu ári. En munurinn á þeirri verðbólgu og þeirri sem að seinna koma, allan 3. áratuginn er verðbólga síðan að hjaðina. Verður hjaðinu. Það er ekki séð síðan. Ok, þannig að hann er 1919 og það er nú mjög stutt síðan Alþýðusambandið var stofnað 1916. Já. Þetta eru frumbýlisár eiginlega nútíma samfélagsins. Hvað er svo að frétta? Við vitum að drögin að verkefnabústofunum eru lögðu einhvern tímann upp, 27 eða eitthvað svoleiðis. En er eitthvað þarna á milli? Sko það eru breytingar á húsaleigulögunum. Einhvern tíma kemur Jónas frá Hriflu inn í umræður það. Ég held að hann hafi beitt sig fyrir því. En síðan, þriðja áratugurinn, milli 20 og 30, er uppgangstími, aftur kemur uppgangstími og það er tiltölulega mikið byggt og húseigendafélagið stofnar þarna, það er ekki stofnað leigjendafélag á þessum tíma. Nokkrum seinna koma minnst 2 ef ekki 3 leigjendafélag sem alltaf renna út í sandinn, en húseigendafélagið er stofnað þetta leyti og það svona í eitthvað breyttri mynd er ennþá til. Og þeir beita sér allan tíma gegn húsaleigulögunum og 1926 fá þau afnumin. Síðan er engin húsaleigulög hérna í gildi þangað til á styrjaldarárunum, seinni styrjaldarárunum. En síðan er þarna einn maður sem gat sér nú fræðið í þessu málaflokki, Héðinn Valdimarsson. Hann byrjar í bæjarstjórn Reykjavíkur. Sérkennilegt að það heitir bæjarstjórn en yfirmaðurinn er borgarstjóri. Verður ekki borgarstjórn Reykjavíkur fyrir 1962. En Héðinn er þarna og fer strax að flytja tillögur húsnæðismál í bæjarstjórninni og síðan upp úr því er farið í húsnæðisrannsóknir Reykjavík sumarið 1928
og það ekki bara svona eins og í dag verið að gera úrtakskönnun, heldur það bara farið í öll hús og allt talið og reiknað og íbúafjöldin og gerð mjög nákvæm skýrsla sem að úr þessar skýrslu skrifaði hagfræðingur sem hét Gunnar Viðar sem var seinna bankastjóri. Þetta svona með, þegar ég var að byrja að skoða þetta var með svona svo að finna bara gullstykki að komast í þessa skýrslu og skoða hana. Ég fór í það að vinna alls konar tölfræði upp úr þessari skýrslu. Ég mynda hvað þetta er gaman að dunda við þetta. Manst þetta svo vel að þú getur sagt okkur hvernig ástandið var í Reykjavík 1928? Voru margir sem að bjuggu við óbærilegan kost eða ófullnægjandi húsnæði? Já, það var mikið að kallar íbúðum með lélegu húsnæði og í 1979 gerði ég ásamt mínu félaga þá Inga Val Jóhannsssyni. Við gerðum hér könnun á höfuðborgarsvæðinu og skrifum bóku um það. Og þar erum við einmitt að rekja ýmislegt úr þessari könnun. Og ég var líka í BR-gerðinu minni sem ég gerði leigjendur Reykjavík. Þar notaði ég líka þessa könnun. Þetta mjög merk könnun. Nú hún síðan eiginlega svona, held ég með að segja, hún sé svona ýtir mjög undir það að hérna flytur fyrsta frumvarpið verkamannabústaði. Það gerir hann fyrst 1928, þá nær það ekki fram að ganga. Kemur með aftur 1929 og þá kemst það í gegn og þetta er náttúrulega tíminn 1927 og eftir það sem að Framsóknarflokkurinn einn í stjórn. Með stuðningi Alþýðuflokksins? Já, en þeir einu stjórn, en þeir hafa sem stuðning frá Alþýðuflokknum. Og Alþýðuflokkurinn áður miklu færri þingmenn heldur en ætti að hafa með við kjósendafjölda út af kjördæmakerfinu, en þeir eru þarna í oddaaðstöðu og verkamannabústaða, hérna kemur með þetta verkamannabústaða frumvarp, því breytt töluvert í meðferð þingsins. Tryggvi Þórhallsson beitir sér dálítið fyrir því að endanlega formið þetta kallað einhvers konar samvinnufélag og þannig fer þetta í gegn og svona eins og enskunum myndi segja in the nick of time getum við sagt, þetta ekki fer held ég muni það rétt að þetta farið í gegn þann 18. maí 1929 og svo bara eftir þetta skellur heimskreppan á og það má alveg leiða líkur að því að það hefði verið mjög erfitt það hefði orðið erfitt að koma þessu gegnum þingið eftir það. Nú það var andstæðu við þetta í þinginu frá sveitarþingmönnunum að þar segja menn að þetta verið til þess að fólk bara flýja ennþá meir úr sveitunum, það verið svo gott húsnæði í bænum og sjálfstæðismenn, Ólafur Thorsalfur sérstaklega talaði mikið um það að þetta væri ekkert að vera að gera þetta svona, þetta alltaf leysast með markaðslögumálum og þetta myndi allt vera til fjandans. Og síðan þegar það er að byggja verkamannabústaðina, þá mikið landstæða gegn því og Héðinn Valdimarsson, hann sakaður um það að þarna kom við eingöngu Alþýðuflokksmenn og hans kjósendur inn í íbúðirnar. Þannig að íslensk pólitík alltaf sjálfum sér líf. En það sem var byggt upp úr þessu eru verkamannabústaðirnir við Hringbraut sem að þóttu bara mögulega nýstárlegir, þannig að var ekki bara verið að byggja yfir kannski fátækustu íbúana eða þá sem að voru fátækastir þá, heldur var þarna innleitt bara fínn arkitektur. Það voru innleitt tækninýjungar, vassaverðni og fleira, horngluggar svo að sólin skini betur inn. Þetta voru eiginlega frábærar íbúðir á þeirra tíma mælikvarða. Já. Það voru einhverja umræður það innan Alþýðuflokksins hvernig þetta vera. Ég hafi lesið það að Jón Baldvinsson, formaður flokksins, hann hafði viljað byggja minni hús en menn fóru inn á þetta að byggja þessar stærri einingar. Nú, sumir, svo ég bara vitni nú frá einu manni í annan, í ævisögu Guðmundar J. Guðmundssonar, að þar vitnar hann í Finnboga Rút Valdimarsson sem var nú fráður þessum aflandsömmum
og hann segir, Guðmundur hefur þetta honum, að Héðinn hafi ekki verið að hugsa Norðurlöndin, hans frumynd hafi verið Vínarborg. Þar voru svona tiltölulega róttækir jafnaðarmenn búin að vera í borgarstjórn frá byrjun, frá lokun sem sagt fyrir heimsstyrjaldarinnar, og ég held í muni þá tölur rétt að þar hafi verið búið að byggja 60.000 íbúðir, og þar á meðal var ein einingin heitir Karl Marx Hof. Ég var svo frægur að skoða það. Þannig að það var, vildi menn meina, hefði verið einhver leyti fyrirmynd, og síðan eru fengin, var ekki Guðjón Samúelsson fenginn, ég man ekki hvað arkitekt var fenginn í þetta. Það myndi nú til dæmis Pétur Ármannsson vita alveg mjög vel. Hann hefur skoðað þetta mjög mikið út frá arkitektursjónum, og þetta var alveg nýjung. Guðmundur Jaki segir frá því í sinni ævisögu að hann bjó þarna sko, að vinir hans sem bjuggu í verra húsnæði, þeir hafa komið heim til hans og fengið að vera í bað. Það var enginn sem bjuggu við að hafa bað heima hjá sér. Já, og ekki búið að byggja upp svona almenningsböðin sem að sundlaugarnar voru kannski einhver liti. Þetta var mjög félagsleg hugsun sko. Þó menn áttu íbúðirnar, það nú nota bene sem skilur sig frá öðrum löndum að þetta var ekki leiguíbúðir, þetta var eignaríbúðir. En þetta virkaði mjög mörg leyti eins og leiguíbúðir vegna þess að menn borguðu mánaðarlega á félagið skrifstofu, þar fóru menn og borguðu skrifstofuna, borguðu leiguna. Og síðan var þarna bókasafn og líka einhver verslun, matvöruverslun sem hafði part af þessu öllu saman sko. Og svo náttúrulega þessir inngarðar sem voru á milli húsanna sem að veittu skjól og voru leikvöldu barna og hægt að gera hvað sem er. Já, sko þetta er ekki beint mín grein sko, en ég held að þetta telst vera modernismi og að menn hafi einhver leyti, það var mjög fræg sýning í Stokkólmi þarna þetta leyti, 1930 eitthvað, Stokkólms utstellingen, þar sem að voru mjög mikið svona nýjar hugmyndir í byggingu, og þetta er þá tími sem að þetta er mjög mikið að byrja líka í Svíþjóð, þið kannski aðeins og undan okkur líka, en þannig að það var alveg augljósa fyrirmyndir erlendis frá. Og eins og þú nefndir í Vín og raunverulega margar byggingar líka eins og í Kaupmannahöfn sem eru gamlir svona verkamannabústaðir eða svona félagslegar íbúðir sem eru stórglæsileg hús og eru enn glæsileg. Já, heldur betur. Ok, þarna er uppgangstími í miðri kreppu og búið að leggja drögin að verkamannabústöðunum. Svo kemur stríðið og þá flykkist fólk enn frekar í borgina. Bæinn. Aðeins að bæta þeim, verkamannabústaðalögin þau voru með tiltölulega örugga fjármögnun, þannig að það var einhverjir peningar í þessu, og síðan sem sagt Má ég spyrja þig það hvar fjármögnunin kom, Jón? Hvað fjármögnun var það? Það var, þetta var með einhverjum ákveðin fjárhæð með hvern íbúa í hverju sveitarfélagi. Gott ef ekki var ekki, ég held einhver áfengisskattur hefur líka farið í þetta tímabili. Þetta er allt eftir minni, sko, ég er ekki með bækur í hliðina. Það sé svipuð hugsun og í byggingasjóð aldraðra síðan meira, taka bara eyrnamerkta skattfé og verja í því að byggja upp húsnæði fyrir þurfandi. Sveitarfélögin og ríkið, en sem sagt að sjálfstæðismenn vildu stofna byggingafélag líka og þar var framalega flokki Bjarni Benediktsson, þá var hann bara ungur lögfræðingur í Reykjavík. Og síðan sem sagt gerist það 1935 eða 4 að lögin eru gerð alveg skýr það að það megi bara vera eitt byggingafélag í hverju sveitarfélagi sem hafi verið eftir. Síðan þarna í kringum 37-38 þá koma deilurnar í vinstri hreyfingunni inn í þetta, alþýðuflokksmenn og sem sagt kommunistar eða sósíalistaflokkurinn. Héðinn er komin yfir í sósíalistaflokkin og þá er öll byggingaréttum tekin að byggingarfélagi alþýðu sem Héðinn var með, sem var frumkvöðullinn og upprunaleg byggingaraðili,
og stofnað nýtt byggingafélag verkamanna, Guðmundur Í. Guðmundsson og Stefán Jóhann Stefánsson og semst að það byggingarétturinn í Reykjavík færður yfir á það félag. Þannig þetta gat verið svo til hasa. Já. En á þessum tímum fyrir stríðið og eiginlega frá 27 og fram að stríðið þá Sjálfstæðisflokkurinn ekki svona ráðandi afl í íslensku stjórnmálum, heldur þarna oftast ríkisstjórnir Framsóknarflokksins með stuðningi verkalýðsflokkana. Já, stjórnina vinnandi stétta og allt það, sko, það svo reynda kemur Sjálfstæðisflokkurinn inn í þetta þarna undir loka áratugurins og kemur þessi þjóðstjórn sem kallið það, sko. Já. Ok, þá erum við komin í stríðið, þá feysist fólk í bæinn og ekkert húsnæði. Hvað? Já, þá og ekki bara það, því að breski herinn tekur töluvert af húsnæði, svona offíserarnir og svona, það eitthvað tekið húsnæði fyrir þá og það hefði eitthvað verið þarna sumar 1940 og fólk sem hafði farið út á land að vinna og verið með leiguíbúðir og það kom í bæinn og þá var bara komið köttur í ból bjarnar, það að segja einhverjir breskir hermenn, og síðan náttúrulega fyrir svona óbreyttu hermennina, breska og bandaríska mann eru byggður þessi brakkar. Nú síðan náttúrulega kemur þessi vinna hjá hernum og það alveg aðstreynið í bæinn alveg gífurlega mikið og húsnæðisreglan og þá fara í gang, sem sagt, fyrir gang mikið lagasetning. Þegar ég var að vinna byrja í minni BR-deild í háskólanum, þá fór ég svolítið í gegnum þetta og ég held að allt verið eitthvað 10 mismunandi lagasetningar, bráðabirgðalög og mjög víðtæk lagasetning og það mjög sterk ákvæði, það er heimildurinn leigunámi, sem sagt ef það sé autt húsnæði þá má ég bara taka það leigunámi og húsælögum nefnd sem sagt ákveður hver leigan á að vera. Og þetta gerði nú örugglega eitthvað gagn fyrir fólk sem vantaði húsnæði, en óánægja leigusala var náttúrulega mjög mikil. Og hjálpaði kannski ekki þeim sem voru að leita sér að húsnæði, þetta ýtti ekki undir það að væri meira framboð. Var eitthvað svoleiðis aðgerðir í gangi á stríðsárunum? Jú, sko, það náttúrulega, það Reykjavíkurborg hver að byggja, það nú... Svo borgin sjálf, bara Reykjavíkurborg sjálf fyrir að byggja? Þeir hafði verið með pólana og síðan það fara að byggja meira svona, bráðabirgðahúsnæði. Höfðaborgin byggð líka, hún í þessum bráðabirgðahúsnæði, eitthvað selbúðir vestur í bæ og svona ekkert mjög glæsilegt. Síðan hefur því mjög haldið fram að þegar Sjálfstæðisflokkurinn fer í bæjarstjórnarkosningarnar 1942 þá haldaði meirihlutanum nefnilega, þá Bjarni Benediktsson orðinn borgarstjóri í Reykjavík og þá farið út í töluvert víðtækar íbúðarbyggingar, þá byggð þessi Skúlagötuhús sem var töluvert mikil framkvæmd á þessum tíma. Síðan náttúrulega... Þannig að það má segja að ef við ætlum að horfa að reyna að meta þetta svona eins og oft gert, að hann hafi talið að ef Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að halda meirihluta sínum, þá yrði hann að gera eitthvað fyrir verkalýðinn. Þetta er bara svipað og er sagt núna til þessum Boris Johnson í Jensmann í Bretlandi, að hann verði að gera eitthvað aðgerðir til þess að bæta stöðu verkafólks í norðurhéruðunum til þess að tryggja það að íhaldsflokkurinn haldi völdum. Mætti orða þetta svona eða er þetta ómikil pólitík fyrir félagsfræðinginn? Nei, Sjálfstæðisflokkurinn þeir mega alveg nota sammælis að þeir voru kannski seinir til að komast í gang. En það var töluvert mikið gert. En við skulum bara horfa til annarra landa, til Frakkland eða Bretland. Þegar íhaldsflokkarnir, það eru íhaldsflokkarnir flokkar í völd, þeir byggja mikið af félagslegum íbúðarbygging. Á þessum tíma? Já, á þessum tíma og kannski fram til 1980? Churchill tapaði kosningunum 45, var mjög fúll yfir því. 1951 þá vinnur hann kosningarna og það einhver veginn með yfirboðum að byggja ennþá meira félagslegt húsnæði. Og meira að segja Frankó á Spáni byggði, það var mikið byggt í eitthvað í þessum dúr.
Það man kannski jafnvel ekki nefna að í Hitler-Þýskalandi þeir voru líka eitthvað að standa í einhverjum svona sem átti að koma verkleginn til góða. En þetta var mikið trend, sko. Það væri hægt að segja það að frá verkamannabústofunum sem svona hugmynd frá 1930 og fram að þessum tíma 1942 að þá hafi svona áherslan á það hver ætti að byggja flust frá því að það ætti að vera í samvinnufélagi verkafólks með tenginguðin í verkefnishreyfingina yfir því að það væri bara einfaldlega hlutverk sveitarfélagsins. Verkamannabústaðnir ennþá að byggjast upp á sama tíma og Sjálfstæðisflokkurinn og Bjarni Ben að byggja upp félagslegt húsnæði í Reykjavík? Já, þetta alveg samhliða, sko, já, það er vissulega. Já, auðvitað voru byggingarsamvinnufélögin líka komin, það eru lög þau 1932 og það tengist náttúrulega mjög mikið líka alls konar sem sagt stéttarfélögum, það meina það eru ótal margar stéttir og stéttarfélög sem fara út í byggingar í byggingarsamvinnufélögum. Ég var einhvern veginn að skoða þetta byggingarsamvinnufélag prentara byggði eitthvað 300 íbúðir, það er nú ekki lítið. Þannig sjálfur sér hugsa þessi byggingarsamvinnufélag hafi verið, það er ekki búið að safna neinum tölum saman það er eitthvað sem þarf að gera, taka byggingarsamvinnufélögin, gera yfirleitt þau hvað gerðu, hvað byggðu mikið. En ég er nokkuð sannfærður að þar var byggt mun meira húsnæði heldur en í verkamannabústöðum á sama tíma. En stéttarprófíllinn er kannski svolítið annar. Það er kannski meira millistéttur og það er svona iðnaðarmannastéttur og fagstéttur sem eru meira inn í því. Þegar ég bjó í Vogunum þá var þar löggublokkin til dæmis. Svo var það DAS-blokkin, að hluta af íbúðunum hafi verið vinningur í Happdrætti DAS, en ég held að stærsti hlutin af íbúðunum hafi verið sjómenn sem að tengdust þeim félögum sem stóðu að DAS. Þannig að þetta eru ekkert svo rosalega gamla blokkir, þetta er ekki verið að byggja þetta svona 1960, kringum það, 60-70. Já. Nú, er ekki í bók annaðhvort Einars Más eða Einars Kárason sem kemur fyrir, Einars Kárason, það er symfóníublokki, þar sem að hljóðfæraleikar symfóníublokkin átt að búi, ég ætla að skálda það svolítið. En það sem líka annað sem er stórvægilegt sem gerist náttúrulega á seinni stríðsárunum, það rís mikil eignarbylgja. Að fólk fær pening, það er rauninni kannski stærsti þátturinn í uppbyggingunum, það er að fólk fær pening til þess að byrja að byggja yfir sig. Þannig að á stríðsárunum það hækkar hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Reykjavík úr 38% 1940 upp í 53% 1950. Heldur munið þessar tölur rétt. Og á sama tíma íbúum borgarinnar fjölga alveg gífurlega mikið. Þannig að það eru gífurleg aukning á eignarhúsnæði sem að endurspegla það náttúrulega að lífskjörum batnuðu svo mikið með þessu stríðinu og hernáminu og Íslendingar voru konið með hæsta þjóðartekjur bara í Evrópu í lok stríðsins. Já, þetta er stríðið sem gerði okkur rík, það er stundum haldið að það sé út af Bretavinnunni eða vinnunni fyrir Ameríkanana, en það var náttúrulega, þannig sátu Íslendingar einir af auðlundum hafsins í kringum landið. Það kom ekki hingað togara frá öðru löndum og Íslendingar gátu í stríðinu selt einir fiskinn, siglt með hann út og fyrir mjög hátt verð. Þannig að kannski mestu peninga innstreymi sem kom var ekki út af Bretavinnunni heldur út frá góðari í sjávarútvegi sem að... Já. Nú gerum við ráð fyrir að segja eitthvað að hlusta okkur sem man ekki þennan tíma og þú talar samvinnufélög og þessa miklu eignamyndun. Við þekkjum það að þannig var fólk sjálft að byggja bara sín hús, en svo var þetta fólk sem tók sér saman að byggja raðhús, sem voru kannski aðeins, þeir best settu voru að byggja einbýlishús og næstu voru að byggja raðhús kannski, og svo voru það stórir hópar sem tóku sér saman að byggja stóra blokkir, allt upp í 8 blokkir eins og ég var að nefna áðan. Og þá virkaði þetta þannig að félagið, sem var félag þeirra sem ætluðu að búa þarna, fékk úthlutað lóðum, það fann einhver til þess að teikna húsið,
réð til sín kannski verktaka til þess að gera eitthvað og svo vann fólkið í þessu. Er þetta raunsunn mynd á því að hvernig sko eignamyndunin verður í húsnæði almennings fyrir utan félagslega eða fyrir utan verkamannahúsnæði? Jú, það er það og síðan tekur til þess í 1948 þá breyting á skattalögum þannig að eigin svo vinna sem leggja fram í eigin íbúðarbygging hún skattfrjáls. Það hefði tölvöld að segja Gunnar Thoroddsen þá borgar þarna skiptir yfir og Gunnar Thoroddsen var í borgarstjóri, man ekki nákvæmlega hvaða ár það en hann situr svo mjög lengi og hann beitir sig fyrir þessu. Nú síðan þetta kringum 1950 þá eiginlega hægt að koma í ákveðna efnahagskreppu tíma kóreustríðsins gífurleg verðbólga og Íslendingar eiga stríðsgróðanum, einhver leyti til þess að kaupa togara, nýsköpunartogara sem var náttúrulega mjög gagnlegt en allt í einu það orðið skortur á gjaldeyri og þetta skömmtun kemst á skömmtun til dæmis á byggingarefni og þá kemur ákveðin lægð og svo náttúrulega gleymum ekki bröggunum að þeir eru Ég ætlaði að spyrja því að við höfum svolítið verið að tala það hvernig raunverulega kannski hinn betur setti verkalýður, iðnaðarmenn og sjómenn og löggur og svona gátu komið sér undir þak með byggingarsamvinnufélögunum og svo verkamannabústaðnir svona malla hægt en ekki í takt við fjölgun íbúanna. Þar fyrir neðan ertu raunverulega með fólk sem býr við óbærilegar aðstæður í bröggum og pólunum og fleira sem að þá voru orðinni algjörlega handónýtt húsnæði. Já. Þá er svona upp á 1950 minnir að hámark íbúa í bröggunum sé 3500 manns, svona cirka 54-55. Þá er stofnað félag herskálabúa sem ef þú lest þjóðviljan frá þessum árum þá er það með herskált félag og það lýsingar á því þarna veturna þegar frýs allt og allt kuldinn alveg ægilegur í þessum bröggum og ástandið ægilegt og eitthvað svæði sem að leit frekar illa út að það fundum við upp á að kalla Gunnarsborg, hérna það borgarstjóra og ég held að þetta sem tryggs úr kreppunni í Bandaríkjunum, Hoover City sem voru svona kumbaldar sem voru í Central Park. Akkurat, var ekki Trump eldri eitthvað að byggja í einhverju svoleiðis, einhverjum eftir það sko. En þannig að Sjálfstæðisflokkurinn það spjóti beinast af Gunnari þarna og það er farið að Reykjavík, það farið út í bygginguna á smáíbúðahverfinu og það er stofnuð þessi sérstaka lánadir smáíbúðahverfa, lánadir smáíbúða 1952. Það er Hannes Pálsson, afi Hannes Rónsteinn, fremstur í flokki og það er lánað í smáíbúðahverfið og síðan sem sagt vindur þetta upp á sig 1955 er upp úr þessu eiginlega stofnuð húsnæðismálastjórn. Það eru Hannes og fleiri merkimenn í forystu og síðan þegar vinstristjórnin kom í 1957 þá er húsnæðismála, þá er raunlega búið til embætt starfsfólks, stofnun með starfsfólki sem heitir það húsnæðismálastofnun ríkisins. Þannig að þá er þetta lánakerfi að rúlla í gang í litlu mæli til að byrja með en Reykjavíkurborg undir forystu Gunnars Thoroddsen að þeir sjá fram að þeir fá nú ekkert mikið út úr þessar litlu fjárhæðum sem að þessi húsnæðismálastjórn er með. Þannig að Reykjavíkurborg stofnar sinn eigin byggingarsjóð Reykjavíkur og hann er alveg svona instrumentat í því að hreinsa burt braggana. Það eru byggðar blokkir og meistaravöllum og víða og smátt hverfa braggarnir. Þó held ég svo síðasti hverfi ekki fyrir eftir 1960 gott að það var ekki saman við Pólana. Þetta helst lengi sko. Já, eitthvað þessu var nú til, ég nú hættur stuttu eftir 1960 og
Höfðaborgin og fleira, ég man nú eitthvað eftir að þessu og eitthvað svona byggð þarna nálægt Elningsens húsinu og leiðin út á Granda. Það voru svona leifar af þessu. Múlahverfi líka. Múlahverfi, þannig að það sem að núna verslunarmannkverfi í Ármúlanum og því þar var eitthvað hverfi líka sko. Þarna erum við að tala svona samvinnu byggingafélög í höndunum á þeim sem eiga að búa þar. Það var ekki verktakar að byggja þetta og selja þetta sem markaðsvöru, lóðum úthlutað. Þannig erum við að tala varnarbaráttu þeirra sem bjuggu í bragganum sem væri kannski í dag svona svipað og félag íbúa í ósamþykktum íbúðum í iðnaðarhverfum sem menn hafa nú verið að benda á að talan þegar slökkviliðið gerir úttektir á því hvað margir búi í ósamþykktu húsnæði að þá er það yfir fjöldan sem bjuggu í bragganum á sínum tíma. Þannig að þetta ástand er svipað en svona þegar við erum að labba svona í gegnum þetta þá sér maður að það er ekki svo langt síðan að menn höfðu svona fleiri úrræði. Það lyktar af svona meiri ábyrgð sveitafélagsins Reykjavíkurborgar á ástandinu að ef á þarf að halda á bara byggir Reykjavíkurborg húsnæði. Hún gerir það ekki í dag. Já. Sko, þeir síðan sem sagt eftir einhver tímabili 1950 miðjan 7. áratuginn og þá byggir Reykjavíkurborg sér fyrir byggingu eignaríbúða í Hólmgarði og Ásgarði aðeins lengra heldur en Grenslandsvegurinn, þar var heilmikið hverfi byggt, en það er raunlega svona svipað gerfi eins og verkamannabústaðirnar að fólk kaupir íbúðirnar á hagstæðum lánum, en þær íbúðir voru ekki lengi inn í félagslegu kerfi vegna þess að menn mættu selja það frjálst. Verkamannabústaðirnir voru lengst af með því ákvæði að fólk mátti ekki selja þetta á frjálsum markaði. Það er ekki afnumið fyrir 2002. Og fær bara í verkamannabústofunum, fyrir þá sem ekki muna það, þá var það þannig að þú fékkst tilbaka þá peninga sem þú hafðir lagt inn með einhverjum lágmarksvöxtum, en þú fékkst ekki markaðsvirði íbúðarinnar. Þannig að það hélt ekki í takt við síhækkandi húsnæðisverð, heldur hélt bara í takt við verðbólgu, þar sem þú hafðir borgað inn, það fékkstu. Það er ekki rétt hjá mér. Jú, og síðan undir það allra síðasta þá voru menn að svolítið að draga úr þessari eignamyndun þannig að það var komin ákvæðin fyrningu, það reknaðist inn ákveðin hálft prósent á ári reknaðist í fyrningu sem að raun að lækkaði þá fjárhæð sem menn gátu fengið út úr þessu, þannig að þetta var alls konar tryggs í gangi en sko verkamannabústaðir byrja raunlega svona sem í eigu byggingafélag verkamanna eða byggingafélag fyrir alþjóð í sveitafélögum og síðan sem byggingarsjóð fyrst jafnvel einstakir sjóðir fyrir einstak sveitafélög, síðan það sameinað í einn byggingarsjóð verkamanna en hann í rauninni undir stjórn verkalýðsfélaganna og bara geymdur í Landsbankanum og undir stjórn verkalýðsfélaganna síðan kemur alltaf verðbólgu dæmi og svona og íbúðabyggingurnar minnka í verkamannabústöðunum og það er svona skipulagsbreytingar á þessu að byggingarsjóður verkamanna hann færður inn undir stjórn Húsnæðismálastofnunar ríkisins 1970, þá er sjóðurinn færður þangað og þá eru líka sveitarfélögin virkjuð í staðinn fyrir þessu byggingafélög verkamanna, þá koma stjórnir verkamannabústaða í sveitarfélöginu, þannig að þá er verkamannabústaðakerfið raunverulega orðið svona útgangi af sveitarfélögunum og þetta enda síðan þegar Jóhanna Sigurðardóttir á 10. áratugnum breytir þessu þá hætta þessar stjórnir verkamannabústaða vera til og í staðinn koma húsnæðisnefndir sveitarfélagana. Og stjórnir verkamannabústaðana voru í því að byggja. Þeir réðu verktaka og voru í því að byggja þú sér það við ekki upp í hvað gatan heitir, það er löng gata með tildur að lága blokkum lengst langt upp í Seljakörfi sem var með því síðasta sem að stjórn verkamannabústaða í Reykjavík. Fellakörfið eða ekki?
Það sem allar Nei, ekki blokkirnar eru Fellahvarfi, eins. Ekki það, nei. Það það nær okkur í tíma, fyrirgefðu. Já, En ég ætla nefnilega að draga þig á Breiðholtið því að á 7. áratugnum að þá verður lausn í húsnæðismálum að helstu gröfu verkalýðshreyfingarinnar sem 7. að áratugum. það er að mótast krafan og svo er samið uppbygginguna í Breiðholti á 7. áratugnum og byggt þar, hvað hefur að segja, svona reiðina býsna á okkar mælikvarða, ekkert milljóna verkefni eins og var í Svíþjóð en svona myndarlegt húsnæðisátak. Já, 1250 íbúðir miðað við mannfjölda ætti það að vera 2500 íbúðir í dag. Við vorum að helmingi fleiri núna, sko. Þannig að það átti upprunalega að ganga yfir á 5 árum en það dróst nú eitthvað þannig að það raunverulega fyrstu íbúðirnar eru klárar 68, maí 68 og síðasta klárar 75. Það er svolítið skemmtilegt úrsemst það er stofnaði sérstakur aðili til þess að í byggingunum framkvæmdanir byggingaráætlunar sem að færst inn til verktaka og þetta er byggt þarna þegar þetta blasir nú við upp í Efra Breiðholti. Þetta var nú heldur nokkuð velreiki í bakeri því að þegar þeir hættu 75 að þá leggja þeir þannig pening í að byggja menningarmiðstöð í hverfinu. Það er menningarmiðstöðin Gerðuberg. Hún er, ég skal ekki segja öllu leyti, en hún einhverju leyti byggð fyrir peningar sem að komi frá framkvæmdanefnd byggingaráætlun. Þarna þegar við tölum áðan Hringbrautarhúsin og hvað þau voru raunverulega svona besti arkitektur þess tíma, þá á það alls ekki við til dæmis Fellahvarfið þar sem að allt er komið út í svona ekki svona funksjón fyrir þann sem að býr þar inni heldur hversu hratt er hægt að byggja upp og hversu ódýrt og heilt hverfi byggt upp sem að lítur alveg út. Það er komið svona stalínísku svipur á þetta svipað og sovéski kommunistaflokkurinn var að byggja þegar að fólki í sveitunum þar var að flytja í bæinn og húrrað upp heilu hverfunum til þess að hýsa fólkið. Þetta er ekki, þarna hefur við eitthvað mist hvernig á að búa að fátækrasta fólkinu. Já, menn nú eitthvað að hugsa hvað er ódýrast, þannig að langa blokkin sem við ekki mitt í Efra Breiðholti, þá voru notaði teinar, sko, þannig að það var fyrst við menn voru með teinar, þá var hættulegt að byggja langt hús. Já, þetta er svona, ég veit ekki hvort að þetta sé kallað svona brútalismi, sko, hann var þarna á ferðinni á þessum tíma, sko. Ég hef nú verið svo frægur að keyra í rútu í gegnum Sankti Pétursborg sem að lengi með Leningrad og maður sé, það er alveg bara blokka breiðurnar endalaust, sko. Þegar maður keyrir svona frá miðbænum og áfram. Reyndar átti ég nú líka, ég var bara á ráðstefnu í Finnland og það var farið svona skoðunarferð til Sankti Pétursborgar. Síðan var mér eitt skipti þá var mér boðið á ráðstefnu í Hong Kong og þá sér þetta allt í 10. öldinni, sko. Ég var á hóteli, sko, og það var bara 20-30 hæða blokkir allt í kring, sko. Það er sko gigantismi í gangi, sko. Kínverkaborgir í dag eru meira og minna svona. Já. Kanntu að skýra það, skiptir það máli að í verkamannabústofunum voru sko forysta verkalýðshreyfingarinnar sjálf að skipuleggja verkefnið og svo komin hann upp í Breiðholt að þá er komin svona opinber stofnun sem að sér þetta, heldur að það skiptir máli? Þetta er náttúrulega mikið menningarfall alveg svo þegar þú ert að tala um sko félagslegt húsnæði í Vín að þá heyrir maður aðdánina í röddinni, það er aðdánaverðar að hafa húsnæðið fallegt þannig að virki vel fyrir þá sem að býr í því að það sé bjart og það sé svona nýjasta tækni heldur en að húrra þeim bara upp. Hvað heldur að valdi þessu að við missum svona sjónar af fegurðinni? Ég verkalýðshreyfingin komið svo sem aðsvöld eins og þeir voru sitt að segja úthlutunum á íbúðinu, það var úthlutað til félagi í verkalýðsfélögunum og svona. Ég þekki það vel, mamma keypti í verkamannabústofunum og hún þurfti bæði að ganga bónleiðar til Guðmundar Jaka og Magnúsar Sveinssonar og tók því ekki vel. Já, þetta gerði það svona, sko. Og
menn vildu nú meina það að lóða úthlutanir Reykjavík tengdust flokksskiptinum og það sé kannski grunnurinn að því að Kópavogur var svo til. En sko það kemur að eftir stríðið þá þarf svo mikið að byggja upp í Evrópu og það verður miklu meiri áhersla á magnið og sama tíma eru menn að þróa nýja byggingatækni, stórvirkatækni. Þannig að þú sér þetta nánast allan heim, sérðu þessar stóru háu blokkir. Taktu bara Bretland, þeir byrja með félagslega íbúðarbyggingar strax eftir fyrra stríði, sko. Það var kallað Home Fit for Heroes. Þeir þurftu að fá, og það voru mikið leiguverkföll líða í Bretlandi og menn töluðu að byggja bulwark against Bolshevism, sko. Og það var töluðu í hræðsla við byltingu. Þeir þorðu ekki að taka við Rússakeisara ótta við að allt eru brjálað í Englandi. Þannig að þá strax upp á 1920 fara svona byggingar á stað í Bretlandi sem að gera miklu seinna við annars stað. Og þá eru byggð svona ekki þessar háu blokkir, heldur svona minni hús, minni einingar, en sem sagt eru council housing, bæjarhúsnæði, sko. Alltaf með bakgarði, það er alltaf bakgarður í þessum húsum. Já, síðan þegar eftir stríðið, þá kom þessi stóru blokkir, það sem high-rise, fyrir þetta kallar þetta estates, það eru rosalega stórar og miklar einingar. Síðan kemur 79, kemur Margaret Thatcher með right to buy, leigjendurnir mega kaupa íbúðirnar. Hvaða íbúðir gengur út? Íbúðirnar í þessu gamlu, þær gengur út að háa verði, en íbúðirnar í blokkunum, það gengur ekki út. Það eru ennþá einhvers konar félagslegar íbúðir og sem sagt orðið þarna til að byrja með er þetta svona meira sem sagt bara venjulegir verkamenn, hvað ég meni orð svona það sem Bretland kalla breadwinners, kalla síðan sjá fyrir sinni fjölskyldu og þarna býr fjölskyldan. Síðan, svo þróið þetta, þú finnur ekki þannig fólk lengur í þessum húsum. Þetta var sem sagt í Bretlandi var þetta svona opið fyrir almenning og bara hinn almenni verkamaður bjó í húsnæði. Nú er þetta orðið svona sérstakt fyrir svona ákveðna undirstétt. Við sáum þetta bara mjög skýrt í þessum hræðilega bruna sem var þarna í Grenfell Tower þarna í London. En það sem eins og við nefndum Vín í Austurríki og við nefndum Danmörk og Svíþjóð, þar er náttúrulega svona íbúar félagslegs húsnæðis miklu breiðari hópur heldur en að þú ert að lýsa í Bretlandi. Og þannig var svona upptakturinn á Íslandi þegar var að byggja verkamannabústaðina og svo samvinnufélögin sem eru félagslegt húsnæði. Það er bara félagslegt húsnæði á forræði þeirra sem að búa þar. Og svo ertu með Breiðholtið og eitthvað slíkt. En svo, þú nefnir Margaret Thatcher, og þá erum við að koma inn á tímabila sem er kannski önnur hugsjón, að það sé ekki hlutverk sveitarfélaga eða ríkisins eða hins opinbera að tryggja almennt húsnæðisöryggi, heldur í mesta lagi að aðstoða hina allra verst settu sem að með engum hætti gæti fóta sig á frjálsum húsnæðismarkaði. Ég er svona að reyna að endur segja einhverja gamla í frjálshyggju, en þetta verður svolítið línan. Hefur þetta áhrif á Íslandi? Þarna snemma, við vitum að verkamannabústaðir voru lagðir niður 20 árum eftir að Thatcher kemst til valda en kannski í kringum 1980 eftir það? Nei, ég held að þetta kom mér talsveit seinna sko. Það er náttúrulega vinstristjórn til 83 og Svavar Gestsson sem nú er nýlátin. Blessuð sé minning hans. Já, blessuð sé hans minning. Hann situr í það sem hann gerir að sko þegar farið var að byggja í Breiðholtinu þá er settur 2% launaskattur til þess að fjármagna þetta og síðan er þessi launaskattur er upprunalega ætlaður til fjármagnunar á húsnæðiskerfinu. Svona ríki fljótt að taka það á þeir vilja ekki hafa svo kallar markaðstekjustofna þannig að sjóðirnir eru hálfgerð svefti. En Svavar
færir eitthvað af peningunum úr almenna sjóðnum byggingarsjóði ríkisins yfir í byggingarsjóð verkamanna og var mikið skammaður fyrir þetta en hann setur upp planum að byggja það átti að verða eitthvað 1200 íbúðir í verkamannabústöðunum sem hann átti að setja í gang. Það varð aldrei, kom cirka helmingurinn að það komst í gagni ef ég man rétt, en allavega var þetta mjög sterk viðleitni þarna í byrjun 9. áratugarins. Síðan kemur þarna 1983 kemur stjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins og þá held ég byggingarsjóði verkamanna svolítið settur til hliðar en sem sagt megin ströggið á þeim í eignamarkaðinn byggingarsjóði ríkisins sem fjármagnaði sem almenni byggingarnar hann var orðinn svolítið fjársveltur þannig og svo kemur Sigfúshópurinn og þá farið sett í gang að fjármagna hann betur og svo kemur þetta sérstaklega samkomulag 1986 þar sem að fjármagn í lífeyrissjóðin veitt inn í almenna húsnæðislánakerfið til að hækka lánshlutfallið en nota bene einhvern í byggingarsjóði verkamanna. Þannig að hann svolítið afskiptur þarna. Síðan 1987 þá var stjórnarskipti, Jóhanna Sigurðardóttir verið félagsmálaráðherra og hún skrúar alveg fyrir þetta 1986 kerfi sem hún kallaði biðraðakerfi. Það kerfi gekk aldrei því að umsóknirnar eru svo margar að það voru margra ára bið eftir láni. Jú, það má kannski segja að það sé svona ákveðin svona viss svona frjálshyggju einkenni sem þá kemur inn þegar húsbréfakerfi kemur út. Þá fara menn fórum til Danmerkur og kynntu sér danska realkreditkerfið sem var reynda mjög gamalt og gott kerfi. Danska kerfið, þetta er raunlega danska kerfið sem Gylfi Arnbjörnsson fór svona að tala mikið þá nokkuð miklu seinna sko. En húsbréfakerfið kemur þarna inn og sem fjármagnar síðan almenna kerfið og Jóhanna fer síðan í það að auka fjármagnið í félagslega kerfið og í byggingarsjóði verkamanna og þá koma upp aðilar sem að vilja ekki bara byggja þessar eignaríbúðir í verkamannabústöðum, þetta líka leiguíbúðir og búseturstofnaður með búseturréttaríbúðir. Það verður til sérstakt svona samtök annarra aðila verkamannabústaða sem taka yfir höfuð þar sem að búseti og félagsstofnun stúdenta og byggingarsamtök námsmanna, samtök öryrkja og aldraðra mynda svona regnhlífarsamtök sem að fer að róa inn í þennan byggingarsjóð verkamanna og Jóhanna verður fyrir þessu kemur nýja löggjöf 1990 sem raunverulega það sem að byggingarsjóð verkamanna ekki lengur bara byggingarsjóð verkamanna heldur raunverulega verður meira svona almennu svona félagslegu sjóður. Ég kom svolítið að þessu. Ég heyri það að þú ert þarna og byrjar að tala í meiri svona smáatriðum en áður. En þú starfaðir á þessum tíma við það að reyna að lagfæra kerfið. Sko ég var starfsmaður í húsnæðisstofnun í upplýsingaöflun og rannsóknum en það var alltaf svona, getur sagt það núna, ég að vera 70 ára komin eftir og ég var allan tíma svona hálfgerður svona skæriliði í þessu öllu saman sko. Þannig að ég var til dæmis þessi samtök að þakka yfir höfuð, ég svona tók mig til og samti dröga frumvarpi fyrir þau sem hétu lög félagsíbúðasjóð og sem að var leggja upp svona hvernig þau vildu hafa þennan byggingarsjóð og þetta menna að breyta nafninu í almenna félagsíbúðasjóð og þetta komst nú upp hver var höfundurinn og þetta var eina skipti sem að Sigurður Guðmundsson og skrifstofustjórinn kalluðu mig á teppi. Þeir voru ekki mjög reiðir sko. En á þessu tíma, meðan að Jóhanna í félagsmálaráðuneytinu, þá gert svona, þá reynt að standa vörð verkamannabústaðana og það kannski opnari eyru fyrir eins og búseta og byggingum námsmanna, öryrkja og aldraðra. Og ég ekki að segja allir sem skollaeyrum við öllu þessu, alls ekki. Og ekki síst sko svolítið átak í uppbyggingu á leiguhúsnæði sveitarfélagana. Það ekki á þessu tíma? Jú, það var partur af þessu, sko, part af programmet, sko
það kemur nú kannski eitthvað ákveðin látgæða í sem sagt, já, þó ég man ekki alveg hvernig þetta var, en allavega sem sagt að hlutfall sem sagt félagslegra lána, það fór þarna, það var strax 1970 eitthvað, þá var verkalýðs hreyfingin með þess að gröfa þriðjungur íbúðarbygginga ætti að vera á félagslegum grundvelli og þetta var síðan bara sett í lög þegar Svavar var félagsmálaráðherra 1980, þá var þetta komið í lögi að þriðjungurinn ætti að vera á félagslegum grundvelli. Þetta náðist aldrei fyrir en á tíma Jóhannu og ég man ekki betur en hún það eitthvað árið að það hefði farið yfir 40% í henni, þannig að hún náði virkilega miklu í þessu sko. En það kom nú kannski svolítið bakslag í það sko, því að síðan hún komi líka með þetta sem að var svona hennar útspiltáldi sem var kauplegu íbúðirnar, þær voru byggðar mjög víðar líka og ég man eftir því að sveitarstjórar út á landi þeir sóttu svolítið hart að fá þessi lán hjá Húsnæðisstofnun og fengu þau gjarnan og síðan áttu þannig að koma í ljós eitthvað 10 árum seinna sko, að þetta var ekkert sjálfbært hjá þeim og ég hef ekki almennilega við þetta, þannig að það þurfti að skrúa á hana því með sérstakur varasjóður húsnæðismála sem var raunverulega borgaði sveitarfélögin út úr því kerfi. Þá líka búið að leggja niður sem sagt byggingarsjóð verkamanna og Húsnæðisstofnun. Þannig verða að sækja fyrirmyndir svona hinga og þanga út í heim, einhvern danskerfi og sveitarfélaga leigu íbúðir sem svona mjög víða, til dæmis í Bretlandi, var á tímabili og það verið að testa saman einhverju svona sem að gæti verið öruggur húsnæðismarkaður. En 10. áratugurinn, hann fer svona eiginlega í því að það enda með því að verkamannabústaðakerfið verið reist upp. Það ekki right to sell, ekki right to buy, heldur right to sell, að þeir sem að byggja þarna máttu bara selja það út af kerfinu. Og félagslegu leiguíbúðir sveitarfélagana, það verður algjör stöðnun í því og mikið af íbúðum er bara síðan selt út úr kerfinu, eins og þú veist að benda á að þegar sveitarfélaginu skorin undan gröfum sem þá endar það oft með því að þetta er selt í burtu. Víða út úr land má sjá merki þetta átak. Það er svona blokk og blokk. Ekkert svo langt sinni tók viðtal við konu sem að leigði í blokk á Seyðisfirði sem hafði flutt þangað vegna þess að hún fékk hvergi vinnu fékk hvergi húsnæði við hæfi fyrir sig og 2 börn sín á höfuðborgarsvæðinu og flutti til Seyðisfjarðar vegna þess að þar var laus félagsleg íbúð. En það sem ég er að reyna að koma af að það er eiginlega að við erum með þarna tímabil Svavars, við getum kallað það, og Jóhannu, það sem er svona tilraun til þess að búa til kerfi sem að hæfir öllum, að það er að lána þeim sem á efni á að kaupa, en það er líka verið að byggja fyrir þá sem að geta bara leigt og geta bara leigt það sem að leigan er ódýr. En þetta eiginlega fer sem heildstæðar lausnir svolítið finnst mér á fyrstu árum þessar aldar. Það sem að húsnæðisstefnan er oft einhver svona smá tricks, hækka veðhlutfallið, ekstra lán til ungs fólks, eitthvað svona til þess að örva byggingarnar, oft kannski virkar á mann sem aðgerið fyrst og fremst til þess að styðja byggingariðnaðinn, aðgerið oft sem að leiða til hækkunar og húsnæðisverð á almennu markaði sem er náttúrulega allra versta sem getur gerst fyrir eina vestsettu að þá lokast raunverulega húsnæðismarkaðurinn fyrir þeim. Unga fólkið býr heima og kemst ekki út á leigumarkaðina eins og hvað þá að kaupa sér og við þekkjum þetta. Já, þetta er mjög sorgarsaga. Já, en sko ég sagði þetta oft í ýmsum greinum og oft talaði það að sveitarfélögin áttu að nota forkaupsréttinn sem höfðu á þessum íbúðum og breyta sér leiguíbúðum. En sko málið er það að sveitarfélögin hafa verið treg til þess að reka leiguíbúð. Það er kannski Reykjavíkur, kannski stærstu sveitarfélögin hafa getað þetta. Meðan að sveitarfélögin voru lítil var þetta ennþá verra. Með sameiningu sveitarfélaga það kemur kannski meiri grundvöllur í þetta. En að út á landi gátu þau ekki selt verkamannabústaðina, þannig að það einhver leyti gerði út á landi að þessar íbúðir urðu eftir.
En í raunverulega sko félagslega eignaríbúðakerfi, verkamannabústaðakerfinu var 7.000 íbúðir og það er nánast félagslegar íbúðir sem bara þurrkast út nema burtséð frá þessu litla sem verður eftir út á landi. Nú Reykjavíkurborg á 10. áratugnum 800 leiguíbúðir. Jón heitir frá Pálmholti, formaður Leigjendasamtakanna, sagði það nú að Reykjavíkurborg ræki leiguíbúðir öðrum til viðvörunar. En þegar R-listinn kemur svo 1994, þá mjög fljótlega farið í það að breyta þessu. Nú verkfræðingur, maðurnafni Þórar Magnússon, sem hafði verið byggingarstjóri hjá Búseta, hann búinn að fá heilmikla reynslu þar í fyrstu uppbyggingu Búseta. Hann fer í það að undirbúa þetta í samvinnu við Reykjavíkurborg, samvinnu við bara persónulega við Ingibjörgu Sólrúnu, borgarstjóra, og félagsbústaðir eru stofnaðir og þá er raunlega að fara að reyna að reka þetta eins og rekstrarfyrirtæki. Þeir ferðuðust til Norðurlanda og kynntu sér rekstraraðferðir, kynntu sér norrænir og það birtist í því að þeir fara eitthvað að hækka leiguna og það er náttúrulega ekkert vinsælt sko, en á móti fer fólk að fá húsaleigubætur og það er farið að vinna viðhald á þessu sko, og félagsbústaðir þeir stóðu tiltölulega vel að sér kreppuna í hruninu og þannig að þeir eru búin að bæta þessum stokki við eitthvað 2000 íbúðum við þennan 800 íbúða stokk sem var til staðar. Reyndar með því að það hafa verið fluttar inn í undir félagsbústaði íbúðir sem áður voru ekki, sem voru sko fyrir öryrkja og aldraða var það slíkt, þannig að þessi samanburður er ekki alveg Nei, kannski ekki. Skal ekki alveg vera með tölurnar, en fram að hruni þeir að byggja 100 íbúðir á ári, sko, síðan stoppar þetta þarna á einhver ára og svo þeir að fara í gang aftur núna. Og svo náttúrulega núna, það nýjasta núna, það ýmsir aðilar komin í gang sem að byggja leiguhúsnæði. Eins og verkalýðshreyfingin. Já. Verkalýðshreyfingin aftur komin í gang. Já. En þessi hugmynd sem þú ert að lýsa áðan, við má aðeins spyrja hana það að í staðinn fyrir að hafa lágt leiguverð hjá félagsbústöðum sem er raunverulega stuðningur til hinna verðsettu, að þá er litið svo á að leiguverði verði raunverulega endurspegla markaðsvirði, að það verði að vera eitthvað svona bara einn markaður og svo fái fólk þá frekar úthlutað húsaleigubótum. Já. Er þetta hljómar náttúrulega eins og argasta nýfrjálshyggja og ég er ekki hrifinn af þessu, en finnst þér þetta skynsamlegt eða hvað er að því að öryrkjar megi bara leigja á 20 skall á mánuði því að við fáum ekki nema 200 krónur útborgað, þannig að það er alveg klárt að við getum ekki lifað af því. Jú, þetta er svona með þessu, en sko ég er ekkert endurlaus sem þetta sé nýfrjálshyggja, því að þetta er sko þetta er raunverulega sko einn helsti fræðimaður sem ég hef nú verið að skoða í þessum málum og eitt svo merkandi er breskur, hann reyndar ungverkum uppruna, heitir Jim Kameny og hann hefur verið með heilmiklar kenningar þetta sko þar sem hann talar annars vegar þessi opnu leigukerfi sem að gera ekki neina tekjukröfur og hins vegar svona sértökkerfi sem er svona social housing kerfi það sem er fyrir til lágtekjuhópa, svo ég vitni aftur í Jón heitir frá Pálmholti, hann kallaði þetta með þetta sanna fátækt sína þess að komast inn í húsnæðið, en ef þú tekur danska, norska kerfi og kerfi sem hafa verið í Hollandi til dæmis, að það er leigukerfi sem er í prinsipinu opið fyrir alla. Í reyndinni verður þetta náttúrulega oft fólk með frekar lægri tekjur, en húsnæði er opið. Já. Það er nokkur átök sem við höfum nefnt. Það er byrjaði á átaki til þess að laga húsnæðis kreppu sem gróf undan minna verðsettu bara fyrra stríð þegar voru ekki margir sem bjuggu í Reykjavík.
miklu færri heldur en í mörgum af sveitarfélögum sem eru með sára lítið af félagslega húsnæði í dag, sem að er gott fyrir Kópavog og Hafnarfjörð og fleiri að kíkja á hvað íhaldsmenn í Reykjavík voru að gera þegar íbúarnir voru jafnmargir og í þessum sveitarfélögum í dag. Síðan eru uppbygging verkamanna bústaðana og það byggingar átakið í kringu Breiðholt, það eru tilraunir Svavars og Jóhönnu að ná einhvern veginn utan um þetta. Og svo hefur nefnt marga tilraunir til að stofna leigjendafélög, en meðal annars leigjendafélög þeirra sem bjuggu í Bragga, sem að væri, ég nefndi það væri svipað og það væri félag fólks í ósamþykktu íbúðarhúsnæði sem að væri að berjast fyrir réttindum sínum sem að ekki í dag. Og svo í gegnum gangandi þetta skylda til dæmis Reykjavíkurborgar gagnvart íbúunum að tryggja þeim öruggt húsnæði, skólagötuhúsin, stór átök sem Reykjavíkurborg ræðst í. Þetta, það liggur að maður horfi til liðins tíma með svolítið svona glýju að þar hafi bara verið húsnæðismálið bara tekin alvarlega. Það var tekið sem alvarlegra mál að það væri frumskilyrði sveitarfélagana að tryggja íbúunum húsnæði, að það væri stærsta verkefni verkalýðshreyfingarinnar og þar fram til götunum og bara stórt atriði í pólitíkinni. Það kannski talað eitthvað húsnæðismál, en þá það oft svona með lán til fyrstu kaupenda sem svona örvun á markaðnum. Ég man ekki eftir mikill umræðu þar sem við verið að tala að við viljum að þriðjungurinn af öllu húsnæði sem byggt á Íslandi sé félagslegt húsnæði, því það eina leiðin til þess að fá það í einhvern skaplegan fjölda. Reykjavíkurborg með eitthvað svona hugmyndur uppkaup rétt félagsbústaði með að benda húsnæði í nýbyggingum og segja við viljum taka þessa íbúð. Og þegar maður horfir á kröfurnar, að þá verður ekki félagslegi hlutin í Reykjavík komin í skaplega stærð fyrir eftir áratugi. Skiljiði, þannig að ekki litið á þetta sem svona átaksverkefni, heldur hlutfallið af nýju húsnæði kannski bærilegt ef það ætti við allt húsnæði. En félagslegt húsnæði svo lítill hluti að þessi smáa viðbóta ári mun ekki koma okkur í stöðuna sem að íbúar í Vínarborgar í fyrir kannski árið 2197. Jú. Svona fyrsta svona róttæka ritið húsnæðismál Sjúr vonungsfræði húsnæðismálið eftir Friedrich Engels og sem kom út 1872 og þar segir hann að það ekki húsnæðisskortur er ekki vandamáli í borgunum heldur, það dreifingin sem vandamálið. Það nóg til, það bara að dreifa því á milli fólksins. Það er ótrúlega húsnæði, það er ómargir sem ekki í góðu, öruggu og ódýru húsnæði sem er eina svona höfuðkröfunum það hvernig við ætlum að byggja gott samfélag. En heyrðu, Jón Rúnar Sveinsson, ég þakka kærlega fyrir að koma hérna við Rauða borðið og leyfa mér að teyma þig svona eftir sögunni og fræða okkur á leiðinni. Ég held að ég leit svo á að það væri gott að taka eitt svona þátt áður en að við ætlum að fara að fjalla af miklu þunga húsnæðismál hér við Rauða borðið. Takk fyrir hjálpina, Jón Rúnar. Takk fyrir hlustundur sem að höfðu þolinmæði að hlusta á okkur. Þennan þátt og aðra þætti samstöðuna má nálgast á síðum samstöðuna bæði á Facebook og YouTube. Það má líka fara inn á samstöðum.is, þar eru þættirnir og þessi þáttur verður aðgengilegur í helstu hlaðvarpsveitum mjög fljótlega. Á morgun föstudagur og þá verður föstudagsþáttur Rauða borðsins sem sérstakur þáttur. Oftast það þannig að Mikael Torfason, Biggi Veira og Benedikt Erlingsson mæta hérna og taka á móti gestum og við tölum á krafti samfélagið sem við búum í. Takk fyrir í kvöld.